Velkomin. Jæja, góðan daginn. Finnst þér? Klukkan 12. Ég held bara að við förum að byrja þetta. Velkomin öll. Ég heiti Alma. Ég er formaður e-commerce á Íslandi og ásamt því starfa ég hér við húsasafn Þjóðminjasafnsins. Ég bara býð ykkur hjartanlega velkomin á þennan vonandi skemmtilega fyrirlestur. Fyrir ykkur sem ekki vita, heyrist kannski bara ekki nógu vel í mér. Heyrið þið betur núna? Fyrir ykkur sem ekki vita, þá eru e-commerce alþjóðleg frjáls félagasamtök sem vinna að verndun og viðhaldi menningarminja og umhverfis þeirra. Markmið Íslandsdeildar e-commerce er að stuðla að því að auka skilning á mikilvægi menningarminja og umhverfis þeirra á Íslandi. Og það er nú einmitt ástæða þess að við erum komin saman í dag. Líkt og þau öll vitið, þá var umfangsmiklar framkvæmdir staðið yfir á þaki í Landakotskirkju síðastliðna 6 mánuði. Þeim lauk bara í gær. Það er hún Snædís Traustadóttir, húsasmiðameistari og nemi í hefðbundnu byggingarhandverki í Noregi sem hefur stýrt þessari áhugaverðu viðgerð með pabba sínum, Trausta, og fleiri góðu fólki. Hún ætlar að deila þessari reynslu sinni af viðgerðinni með okkur, en bara okkur í e-commerce fannst þetta bara kjörið tækifæri til að skyggnast aðeins bak við tjöldin, af því að það er kannski fagfólk sem að fæst kannski við að teikna svona þök eða sjá einhvers konar lagfæringar á þeim, en það er mjög gagnlegt að fá að kynnast þessum verklega þætti og þarna er nú ekkert neina smá smíði að ræða. Bara gríðarlega flókin deili sem að þau þurftu að finna lausn á bara eiginlega á staðnum, eða ekki rétt. Viðgerðin er mikilvæg fyrir margar sakir, ekki síst fyrir bara það ástæðu að það er verið að viðhalda upprunalegu útliti dagsins. Þarna hefði verið hægt að stytta sér leið að einhverju leyti sem var ekki gert og það er Landakotssöfnuðurinn á hróskilið fyrir það, en það er þetta gríðarlega kostnaðarsöm aðgerð sem þessi bara örugglega ekki svo stóri söfnuður stendur fyrir. Og en Snædís ætlar að segja okkur frá þessu öllu saman eftir smástund. Ég ætla að byrja á því að segja ykkur aðeins frá sögu hússins, af því að það var alltaf að fjalla kirkjuna aðeins að fara aðeins yfir söguna sem er bara í raun nokkuð merkileg í byggingarsögulegu samhengi á Íslandi. Kirkjan var reist af kaþólska trúboðinu á Íslandi, en fyrirmælin voru þau að hún ætti að vera í gotneskum stíl. Guðjón Samúelsson var þá eini menntaði arkitektinn á Íslandi. Hann var fenginn í verkið og hóf undirbúning að hönnun kirkjunar árið 1920. Það er teikningar sem við sjáum svona oftast í dag eru dagsettar 1926. 27 var fyrsti hornsteinn lagður að kirkjunni. 1928 var hún að mestu risin og frágengina utan og 29 var hún byggð. Þannig að þetta er svona 9 ára tímabil þar sem þetta er allt saman í þróun og byggerð. Líkt og við sjáum á þessum uppdráttum hér, þá þetta er ekki alveg sama kirkja og við þekkjum í dag. Til dæmis er þessi turnspíra sem ekki var reist.
og það eru taldar upp nokkra mögulegar ástæður fyrir því, mögulegur skortur á fjármagni. Þeir höfðu áhyggjur af veðráttunni, að þessi turnspíra myndi mögulega ekki þola mikið veðurálag. Það voru þættir eins og jarðskjálftar sem að menn voru líka að velta fyrir sér og já, þannig að svo var það flugumferð sem að turnin hefði mögulega geta haft áhrif á. En eins og við vitum var þetta ekki reist og ég komst að í dag þegar við Snædís vorum saman í útvarpsviðtali, mun ekki vera hægt að reisa þessa turnspíru eftir upprunalegum teikningum vegna þess að frágangi á turninu var breytt. En í dag þarna bara útsýnispallur með ansi bröttum stiga. Það má segja eins og ég nefndi áðan að helsta sérkenni kirkjunnar það að þarna verið að útfæra gotneskan stíl í algjörlega nýju byggingarefni, steinsteypu, og innan þess ramma sem Guðjón fékk þá náðan samt að innleiða þjóðlega einkenni úr sem að voru í sambland við mjög flóknar tæknilegar byggingatæknilegar áskoranir. En áður en við fjöllum meir það, þá langar mig aðeins að segja ykkur frá nokkrum atriðum með varða staðsetningu kirkjunnar. En hún ekki tilviljun. Guðjón var í skipulagsnefnd ríkisins og sat í samvinnunefnd skipulag Reykjavíkur og gat því haft áhrif á staðarval og umhverfi kirkjunnar. Aðalinnggangurinn fyrir endan á Ægisgötu og snýr til norðurs í átt að aðalkomulið skipa til landsins áratugaskeið. Þarna að ræða fyrirkomulag sem við könnumst við þegar við horfum til annarra byggingja Guðjóns, bara Hallgrímskirkja sem dæmi, þar sem að einhvers konar minnisvarða eða stóri byggingu blasir við götuenda. Guðjón sá fyrir sér að kirkjan yrði áberandi kennileiti í bæjarmynd Reykjavíkur og mér finnst bara svolítið gaman að þessum myndum sem eru teknar eftir að byggingin var reist, að það mjög fátt í nær umhverfi kirkjunar sem að hefur breyst. Þetta hefur bara haldið sér nokkuð vel. En að þessum þjóðlegu einkennum sem ég minntist áðan, þá skrifar Jónas Jónsson frá Hriflu Landakotskirkju í jólablað Tímans árið 1927 og nefnir meðal annars að byggingin muni marka djúp spor í sögu íslenskra byggingarlistar. Og þetta eru bara svolítið stór orð. Hann bendir jafnframt á að Guðjóni hafi tekist að koma þýðingamiklum byggingartæknilegum uppgötvunum svo sem að reisa mjög háa steinstifta veggi sem þörfnuðust stuðnings af súlum. Þessar súlur gætu hafa orðið mjög þunglamalegar þar sem að það eru svona þau áhrif sem að steinsteypan getur haft og hefur oft á tíðum. En honum tókst að gera þær að höfuðprýði kirkjunnar með að steypa þær eins og stuðlaberg. Og ég veit ekki betur en að þarna sé í fyrsta skipti þar sem að einhvers konar mótíf úr náttúrunni tekið og notað í íslenskri byggingarlist með þessum hætti. Það ekki eina skírskotun Guðjóns í íslenska náttúru eða menningu. Þarna sjáum við líka að í bustir sem að minna á íslenskan torfbæ sem einkenna þarna ytra útlit framkirkjurnar og kórsins. Og ef maður hefur ekki gert sér grein fyrir því og leiðir svo hugan að því, þá blasir þetta svo greinilega við og eiginlega bara alveg magnað að hann hafi náð að þjappa þessu öllu innan hins gotneska ramma sem honum var settur. Og í framhaldi af þessum þýðingarmiklu uppgötvunum sem að Jónas fjallar í áðurnefndri grein, þá bera þessar háu grönnu súlur sem við sjáum hér á hægri hönd eða vinstri hjá ykkur, þær bera uppi lofthvelfingar í skipi kirkjunnar ásamt þessum krosshvelfingum sem voru nú ekki flóknari en þannig að þarna var léttri vikursteypu húðað á vírnet.
og ég hef heyrt að það sé alveg einstakur hljómur í Landakotskirkju. Bara áhugavert að vita hvort að þetta sé kannski ein ástæða þess. En þarna var að ræða byggingatæknilegt afrek og Pétur Ármannsson gerir þessum hluta mjög góð skil í bók sinni Guðjón, þannig ég hvet ykkur til að glugga í kaflann Landakotskirkju ef þið viljið fá nánari útskýringar á þessum hvernig þetta allt var gert, hvernig þessar súlur sem átt að líta náttúrulega út fyrir að vera eins og þær væru úr raunverulegum steini en voru stiftar, hvernig þetta var allt saman sett saman. En fyrir utan allt það sem ég hef talið upp, og þá er ég að tala skírskotun í íslenska náttúru, byggingarhefð og byggingatæknileg afrek, má líka benda á að útveggir kirkjunar á milli stuðlabergsstoðana voru upphaflega þaktir grófri múrhúð sem hafði silfurbergskristalla í að utan. Og þarna er líklega þetta er svona fyrsti vísirinn að steiningu húsa á Íslandi. Ég veit allavega ekki til þess að þetta hafi verið gert með þessum hætti áður fyrir en að Guðjón prófar þetta í Landakotskirkju og þetta er síðan aðferð sem hann heldur áfram að þróa 5 árum síðar þegar lokið var við að steina Þjóðleikhúsið. Þar er hann búinn að mastera þetta þar sem hann bætir mylur steindirnar niður í smærri einingar og blandar hrafntinnu, kvarts og kalksteini við. Mér finnst hann Jónas enda þessa grein sína í tímanum mjög fallega, þar sem hann bendir á að vænta megi að kirkjan valdi straumhvörfum í íslenskri byggingarlist en að kirkjan sýnir að enn megi yrkja í stein og að Íslendingar hafi nokkuð fram að færa þegar kemur að hinni fögrugrein lista. Og bara mjög áhugavert að spegla sig í þessum ummælum 100 árum síðar. Því það er bara ansi mikið til í því sem Jónas sagði, þó að megi ætla að hann hafi verið nokkuð náinn Guðjóni og örugglega mikill stuðningsmaður. En ég ætla að leyfa henni Snædísi að taka við og mér sýnist að Snædís hafi farið jafn óvarlega og maðurinn á myndinni við hliðina á. En ég ætla rétt að vona ekki að það komist allir heilir út úr þessari viðgerð. En Snædís. Það tekur smástund. Já, svo heitir það bara hérna. Já, hvað gerst þarna? Já, ég er einn af smiðunum sem búin að vera að taka þátt núna í þakviðgerðina á Landakotskirkju. Pabbi er nú búin að vera pabbi er búin að vera aðalinn þarna bak við þetta. Nú, já. Já, pabbi er nú búin að vera aðalinn sem sér þetta. Ég er, sem sagt, bara húsasmíðameistari úr Hafnarfirðinum og ég er í námi við NTNU út í Þrándheimi. Þannig ég er alltaf í burtu viku í mánuði það bil í skólanum og ég er búin að nýta tækifæri til þess að sinna verkefnum út á landi af og til þegar allt er í sóma upp á þaki. Þannig pabbi hefur nú borið hitann og þungan af þessu og ég hef ágætis reynslu af svona þökum, pabbi líka sjálfsög. Við erum 3. kynslóð smiða og fyrsta skipti sem ég kem nálægt svona steinskífu þaki, þá er ég 14 ára gömul. Þá fær maður að vera burðardýr eitthvað staðar upp á þaki og upp tröppur og alls konar. Eins og ég held allir krakkar smiða hafa fengið að upplifa einhvern tímann. Og fyrir 4 árum síðan þá hefur hann Trausti til að gera hlutina mjög þægilega, þá er mitt pabbi minn Trausti og skipuleggjandi verkefnisins fyrir kirkjunnar hönd Trausti. Hann Trausti hefur samband við pabba fyrir 4 árum síðan og síðan bara við gerum kostnaðaráætlun og síðan líður og býður og við höldum bara þessi lítið sem ekkert að gerast þannig lagað, við heyrum lítið sem ekkert. Síðan
hringir Trausti óvænt í pabba seint á síðasta ári. Þá það bara þannig að hann búinn að vera á bak við tjöldin í þessum þvílíka undirbúningi fyrir þetta verkefni, enda þetta ekki lítið. Hann búinn að fara til Þýskaland, hann búinn að búa til bara upplýsingabækling fyrir okkur iðnaðarmennina allar helstu staðreyndir sem við þurfum. Og þannig við komum í rauninni inn bara í þetta verkefni með allar upplýsingar sem við þurfum í höndunum. Það mjög oft sem við að byrja verkefni og þurfum að grafa upp hvað ætlum við að gera, hvernig, hvers vegna. Þetta var bara afgreitt. Það var mjög þægilegt verkefni að því leytinu til. Og Aðalblikk það sá blikksmiðjara og síðan kom Kíma sem að sá að leggja þakdúkinn á þakið. Og við erum bara mjög ánægð að hafa fengið að koma nálægt þessu. Og hérna þakið mjög stuttu eftir að við byrjum. Ég fekk þessa yfirlitsmynd frá honum Ívan sem starfsmaður hjá kirkjunni. Og þið sjáið nú bara á myndinni, þetta ekki smásmíði, þetta ágæti stærð. Þetta eru 17 kvistir, ekki nema. Og við fórum eitthvað svona aðeins að skoða þetta nánar og okkur telst til að þetta sé stærsta steinskífuþak landsins. Þetta eru 835 fermetrar. Það getur verið að það sé eitthvað stærra, ég veit þá bara ekki af því. Þetta allavega eitt af þeim stærstu, ef þetta ekki það stærsta. Og þegar maður fær svona verkefni í hendurnar, hvar eigum við eiginlega að byrja? Þetta svona, hvað fyrsta skrefið? Og það náttúrulega bara það að bara komast að því, hvað erum við að fara að kaupa mikið að skífum á þetta þak? Það var tekin ákvörðun það að endurnýja skífurnar. Skífur, að okkar reynslu, það hafa skífur ennst á Íslandi í svona 90 ár pluss mínus 5 ár. Það verið með rosaleg frostþíðu áhrif og það hreinlega fúna í sundur á þessum tíma með því að frjósa og þiðna endalaust aftur. Og það talið að þessar skífur sem á þakinu séu frá 1970 og þá líftíminn hálfnaður. Og það engin ástæða fyrir að taka þetta allt upp, fara í þvílíka vinnu, leggja niður nýjar skífur sem endast síðan bara í 50 ár. Það mun frekar þá bara að fá fulla nýtingu út úr skífunum og það almennt að tala það nýjar skífur lagðar í dag, þær að endast í 100 ár pluss, í allt að 150 ár. Og við skulum bara vona svo sannarlega að ég sjá þetta þak aldrei aftur. Það væri mjög fínt. Og þessi fíni bæklingur sem hann Trausti lét okkur hafa, hann einfaldaði verkið rosa mikið. Það bara eiginlega ekki hægt að draga úr því. Við þurftum ekki að fara, það var farið upp í krana til að vera alveg örugglega viss, til að doppeltjekka. Þetta þessar teikningar sem við erum með, það réttar? Af því það voru uppmælingar, það ekki til upprunalegar teikningar. Þær voru eiginlega bara 100% spot on, þannig það ekki hægt að setja út á það. Sem vorum við líka aðeins með smá spurningu. Þið sjáið alla þessa skurði, allar þessar skotrennur. Það alltaf afföll í kringu skotrennur. Þú ætlar að skera stein, hann klofnar. Eitthvað fór ekki alveg eins og ætlaðir að gera þegar þú mertir. Og við þurftum að taka bara þá ákvörðun að við ætlum samt bara að kaupa þokkalega eðlilegt magn, bara eins og þetta sé venjulegt þak. Við verðum þá bara að tæpa á síðustu steinunum ef svo verður. En steinarnir bara sannreyndust. Þetta var rétt magn af steinum sem við keypt eiginlega. Og hérna erum við með myndir teknar úr krananum. Og ef þið sjáu hérna á myndinni, vinstra megin, þá sérst koparrennur og þar eru lóðningar og alls konar búið að gefa sig í rennunum sjálfum, skotrennunum. Og síðan upp með þessi mynd hérna á hægri hönd, hún upp með kirkjuturninum. Og ég veit ekki hvort ég sjáu á myndinni, en það búið að setja flastningu þarna, eða áfellu, afsakið. Það ekki íslenska að segja flastning. Mikið búið að hamra það inn í mann. Það búið að setja áfellu niður með steypta kantinum. Ég veit ekki hvort ég sjáu glitta í hana þarna efst. Og það einfaldlega af því að það að leka inn. Það rosalegt magn af vatni sem lendir þarna á turninum og húrrar niður eftir öllu þakinu. Og þetta bara
eina leiðin til að lýsa þessu þetta var mjög erfitt verkefni að öllu leyti. Stærðin svakaleg. Þetta eru 64 tonn af grjóti að fara upp á þetta þak. Við erum lítið fyrirtæki. Við vorum 5 að störfum þegar við tökum þetta verkefni að okkur. Við bættum aðeins í og meðan verkefninu stóð. En þegar við erum 5, þá þýðir það hver einasti einstaklingur, hann meðhandla kannski 11-12 tonn af grjóti. Það er ekkert lítið og létt, sko. Þakkallinn, ég held að stýrimaster í ræktinni, hann á ekki séns í þetta. Þetta var ekkert grín. Þakkallinn er 48 gráður, minnsti þakkallinn, og það er þannig að þegar þú stendur og heldur á okkur í einni hendi, þá heldur ekki balans. Þú finnur ekki balanspunktin til þess að hlaupa eftir þakinu. Ef þú ert í 45 gráðum, þá finnur þú balansinn. Þakkallinn er 67 gráður þverskipinu stóra. Það er þannig að þú lyftir löppinu og löppinu komin inn í lektugrindina upp í stigann. Þú þarft ekki að setja hana út inn í lektugrindina. Og síðan svo, að því að við erum lítið fyrirtæki, maðurinn minn, hann var píndur til að koma, hann er kranastjórnandi, þannig að hann var píndur til að koma og vera á byggingarkrananum í sumarfríinu sinni í 2 mánuði. Greiði kallinn kom heim eftir fyrsta daginn og ég vissi ekki hvert hann ætlaði, þá var hann búinn að fara 32 ferðir upp og niður stiga, samkvæmt úrinu. Og síðan eru þessi blessuðu kvistir, þú þarft að fara upp og niður þakið til þess að fara og skera skífuna. Þú ert ekkert með risavaxið verkfæri út á þakinu, þú verður að gera svo vel að fara út á pallinn. Og veðrið í sumar var einstakt. Við erum uppi á hól. Ef þú situr upp á mæna á kirkjunni, þá er vindurinn úr báðum áttum og ég held ég hafi sjaldan sagt jafn oft að því að svo mikill vindur upp á mæni að þú heyrir ekki hvað er í gangi bara 2 metrum fyrir neðan þig. Ég held að vinnufélagarnir sem standa hérna úti séu allir búin að fá að upplifa það. Og sem hætti ekki að rigna. Þakið var pakkað inn í plaststóran hluta af verktímanum. Við vorum alltaf að opna og loka til þess að við reyna að fá ekki vatnið inn. Og þetta var bara mjög krefjandi á marga vegu. En við reyndum að einfalda okkur lífið, gerðum ýmislegt og við keyptum þakskífu sögs á þakið til þess að höggva steinana í sundur. Og það er eitt þarna ósamansett niður á gólfinu. Og sem sagt, þá vorum við með það á sikkunum vinnupallinum eftir hvernig við vorum að vinna. Þetta einfaldaði lífið töluvert og þá erum við ekki að skera með slípurokkum og dótar ég held að allir hafi fengið nóg að svoleiðis. Og síðan keyptum við líka þakbúka. Meiri pjúra snilldin sem það er. Af hverju erum við ekki með það í notkun hérna á Íslandi? Ég ætla bara ekkert að draga úr því. Þetta er æðislegt. Allir sem vinna í þökum kaupið ykkur svona. Þið sjáu þennan álvingil sem er bara á þessum dekkjum. Þú hendir planka yfir, síðan fara bara allir upp, ef þú ætlar að hækka þetta upp hæð, þá fara bara allir upp í fallvarnarlínuna sem að búkkinu festur í og síðan tosað. Eina sem að vantaði hérna á Íslandi, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, spotti hérna. Þessi spotti er út af kúlinu á Íslandi. Vindurinn lognið ofta að hreyfa sig hratt. Ég stóð þarna upp á palli þegar að borðin bara fuku upp undan mér. Ég er ansi umhverfisvæn. Ég ætti ekki að lyftast upp með, sko, en það gerðist. Og þannig við bundum þá niður á þakið og það virkaði bara svona ljómandi vel. En hvernig ber maður sig að á svona þaki? Bara hvernig leggur maður steinskífu þak? Ég ætla að reyna að svara því svona í stuttu máli. Og skref númer 1 er náttúrulega bara að rífa upp gömlu skífurnar. Og síðan fattaði ég eftir á, fyrir mér er þetta bara eitthvað sem ég hef gert alltaf. Þú bara tekur hamarinn, þú heldur ekki á honum eins og hamri. Þú heldur á honum eiginlega með skaftið niður handlegginn og síðan slærðu ekki með höfðinu á hamrinum, heldur þú slærð með toppinum á hamrinum einhvern veginn og neglir naglanum til hliðar, tekur 1-2 högg og þá er skífan laus og þú losar hana út af hinum naglanum. Þetta er eitthvað sem að mér hefur bara alltaf þótt rosa normalt. Ég á enga mynd eða myndband af þessu.
ég held að Bjarki lumi á myndbandi einhvers staðar. Markmiðið var þarna að ná öllum skífum heilum upp og þetta líka bara mjög effektív og fljót leið til að losa skífurnar upp, bara slá naglan af upp með skífuna. Síðan kemur bara í ljós að steinarnir sem áttu að vera frá 1970 voru ekki frá 1970. Þeir voru frá byggingu kirkjunnar. Og hann tók grjótið með mér, þess að sjá. Og þetta flöguberg og ég veit ekki hversu nálægt þið sjáðu, þið megið koma og skoða síðan. Lögin eru bara að byrja að losa sig sundur. Þau eru laus. Þau eru bara fúna og þetta góður steinn af þessum gömlu steinum. Þetta mjög góður steinn og við tókum, þegar við vorum að taka upp, þá voru þeir að mylja í sundur á höndunum okkar. Bara, þú átt ekki að mylja grjót í höndunum. En steinarnir sem komu 1970, þeir voru bara dundurflottir, þeir voru seldir, þeir eiga ansi mörg ár eftir á nýju þaki. En síðan tókum við nýtt grjót sem náttúrulega ekki búið að veðrast. Svona fínt og flott. Smá munur á þyktinni. Þetta grjót sem þú kaupir í dag. Það kemur flokkað í kistur. Það kemur flokkað í þykkar, miðlungs og þunnar. Í gamla daga var þetta ekkert keypt. Þú keyptir bara þunnar skífur, þá kemur mest í karið og þú fær, þungin í flutningnum var svo þegar þú ert að flytja þá þungin svo mikilvægur. Þú vilt vera að flytja létt. Þannig að þú kaupir þunnu skífurnar og þú setur á allt. Þannig við erum líka vonast til þess að með nútímanum og einfaldari flutningsleiðum þar sem við getum keypt þykkar skífur, þá fáum við betri endingu út úr skífuþakinu. Og þá erum við komin í næsta skref. Og það eru flekturnar og skotrennurnar. Og það bara að taka hjólsögðina á. Og í þessu veðri, þú ert ekkert að opna mikið af þakinu einu. Þú opnar smá bút, hreinsar hann alveg og lokar með segli og síðan opnar næsta bút, opnar og hreinsar alveg. Þannig það bara að rífa upp, grjótið komið af, rífa upp lekturnar með kúbinni og síðan bara hendur þessu beint ofan í fiskikar og það var híft í burtu. Bara mjög fljótlegt, einfalt, þægilegt. Næsta skref að fjarlægja gamla pappan og gömlu naglana. Gamall pappi, fólk sem vinnur í þjökum í dag, ofta að drífa sig rosa mikið. Og gömlu pappalögin eru skilin eftir og síðan bara klætt yfir. Þetta bara stórt klúður. Þú sérð það þegar þú tekur upp gamalt þak að gamli pappinn, hann búinn að vinna sig upp í gegn. Naglarnir eru jafnvel búin að kljúfa borðið og þá ertu með lektu sem á að halda einhverju sem ekki með naglhald niður í borðaklæðninguna. Þannig að það bara 100% regla hjá okkur. Það eru alltaf fjarlægður gamli pappinn og naglarnir. Og í það þá notum bara verkfæri sem heitir kattakló. Ég veit ekki hvort ég sjá það í höndunum á honum, Björka þarna, vinstri hendina á honum á myndinni. Þetta líka svo kallað kettlingakúbin. Pínu lítið en grípur utan naglann og þú bara rífur þú út. Ofboðslega fljótlegt. Og síðan það að endurnegla borðaklæðninguna. Þetta gleymist líka oft. Þú ert með 100 ára gamla þakklæðningu með ógalvanseruðum nöglum. Ef þú vilt ekki fá þakið í heild sinni í burtu, bara fjúkandi út á haf, þá neglurðu klæðninguna niður aftur. Og þá erum við náttúrulega komin á þann stað, við erum ekki með pappa, við erum ekki með neitt fyrir okkur, þannig við sjáum líka almennilega hvort það þarf fúaviðgerðir. Það voru lygilega litlar viðgerðir sem þurfti í þetta þak. Það var aðalega eitthvað svona smotteri í borðaklæðningunni. Síðan fattaði maður að þegar maður fær í gegnum myndirnar hvað til hvar. Þakið helvíti bratt. Þetta mjög mikið af undarlegum stellingum þar sem fólk að klemma sig út í stiga, út í kanta og myndirnar mjög undarlegar, þannig aðstæðurnar alls konar. En ég dóta mjög hvað var mikið af steinbroti og sögun. Það svo mikilvægt að undirvinnan sé rétt. Þú þarft að brjóta úr öllum köntum, upp við stapla og upp við turnin í steypunni, að fjarlægja út svona lítið fals, þannig að þú komir inn þakdúknum, öllum áföllum sem það þarf til. Það eru nokkur lög, tvöfaldri lektugrind og síðan þarf að koma grjóti og áföllum á grjótið líka. Þannig að þetta heilmikið
sem þurfti að saga og brjóta upp. Og þetta var bara óstöðandi. Þetta var bara rykmökkur hægri vinstri. Það eru allir sem fengu að upplifa það, held ég. En þá var loksins komið að dúknum. Og það var mikið gleðiefni þegar að blái dúkurinn fór og við fengum þakdúk. Og Kíma EHF sam það. Og það var valinn, hvað var það, PVC-dúkur sem var valinn í það. Ég var rosalega skeptísk á hann. Það bara að segja alveg satt. Bara því ég þekkti ekki efnið. En þetta var eina af þessum ákvörðunum sem var bara búið að taka. Þetta var bara rannsakaði þaula. Og þegar maður fór að vinna með þetta, pjúra snilld. Það hefði ekkert annað gengið á þetta þak. Þú ert að ganga í lektugrindinni í erfiðum aðstæðum. Þú ert að stíga ofan í dúkinn, hægri vinstri. Og tjörupappi, síkadúkur, við hefðum verið búin að spæna hann upp á mörgum stöðum þar sem við erum að stíga út á þakið. Hann hefði ekki enst byggingatíman. Þeir setja hann þakdúk á þakið með undirlagsfyldi ef það skildi vera eitthvað svona smá rusl eftir á til þess að gata ekki dúkinn upp. Ofan á þennan dúk þá fóru undirlekturnar og þær eru teknar bara svona cirka 40 cm millibili og síðan bara smiðsugaði þetta á að vera nógu beint og þeim bara rétt tilt með skrúfum. Það þarf ekkert að fullnegla það neitt, yfirlekturnar negla það alveg niður. Og helsta svona ástæðan fyrir því að ég var skeptísk á þennan dúk var svo að ég var ekki viss hvernig öndunin væri í þakinu. Sem þegar við erum byrjuð og þú sérð öndunina, hún er alveg feikinó. Það er ekkert til að áhyggjur af. Ég hugsa að þetta hafi verið eina rétta ákvörðunin í stöðinni. Og það er svona pínu fyndið að horfa á það eftir að þegar maður er að meta að því ég var mjög skeptísk á þennan dúk. Ég er alls ekki jákvæð á breytingar almennt séð. En þetta kom mjög vel út, vannst vel að koma þessu á. Og síðan þurfti náttúrulega að þétta með dúknum og steinunum. Dúkurinn var soðinn á áfellu sem var bara lagður upp að steini í kíti. Eftir það er sögurauf, ég veit ekki hvort ég sjá það á myndin, hún er þarna. Og hún er toppfyllt með kíti og önnur áfella sett inn í. Þetta er bara svipaður frágangur og átt að gera almennt í Bárujárni við skorsteina og alls konar. Þetta er mjög hefðbundin frágangur þannig lagað. Þannig við erum komin þarna með tvö lög af áfellum sem eiga að halda vatni alveg sjálfstætt frá hvort öðru. Og þetta er ástæðan fyrir að við förum svona frekar langt í þessum þéttingum þarna er svo að þarna lag. Þetta er ástæðan fyrir að það er skipt þakið. Þegar undirvinnan, þegar grunnurinn að öllu er komin, þá er hægt að setja mænin á. Og þetta er rosalega mikill áfangi í verkinu að öll undirvinnan sé búin og komin. Og þá bara smellir maður þessu mæni ofan á. Þetta er rosa einfaldur mænir. Það er bara spýtað upp í loftið, 2 spýtur sagaðar í rétta gráðu eftir þakkallanum, skotnar utan á, skotið niður í þakið. Óbúslega einfalt, mjög þægilegt. Þegar þetta er komið, þá getur nefnilega mælti niður frá mæni, niður á þakbrún og fara að deila upp lektunum. Af því í lektunum skiptir rosalega miklu máli að þær séu réttar og beinar. Ef þú horfir eftir steinskífu þaki, þá ertu að horfa á svona rendur í allar áttir og þær þurfa að stemma á. Og venjulega þá mælir maður einmitt frá botni og upp í mæni. Við þurftum að vinna þetta eiginlega á haus. Það er engin botn, það er engin þakbrún til að vinna sig út frá nánast. Af því að þetta er bara pínulítið skot á milli allra bustana. Þannig að við byrjum á miðju þaki að setja lekturnar, vinnum okkur upp og niður og þetta þarf að vera alveg þráðbeint. Það er rosalega mikið, við búum til mælistiku, merkjum inn á undir lekturnar og síðan þarf bara að koma lektunum á eftir réttskeið og snúrum og þetta þarf að vera upp á millimetr. Og þú ert alltaf að deila út millibilin á lektunum eftir stærðin á skífunum og eftir því hvernig mænisteininn kemur á. Þetta er smá svona
bara starffræði, það bara starffræði dæmi að setjast niður þarna, þú ert komin með endilega gráðu, hvað ertu að fara að setja niður á þakið, hvernig, í hvaða vindátt ertu og annað. Og skotrennirnar, og þegar þú ert komin með lektugrindina á, þá þetta svona. Venjulega byrjar niðri og vinnur upp. Þarna, það sjáuð á þakflötun sem við erum að vinna á, að við byrjum í rauninni miðjunni, vinnum okkur upp og sen erum við að fara að vinna okkur niður þaðan. Skotrennirnar og þakrennirnar, þær komið svona jöfnum höndum frá aðalblikki, bara eftir hvernig okkur vannst til. Þetta var gert allt úr 2 mm áli sem var pólíhúðað. Það var tekin ákvörðun að hafa það þannig mjög endingargott og fínt á að virka vel. Og þessar þakrennur sem voru að koma á, þetta var engin smásmíði. Hérna sjáum við eina rennuna. Það brot í miðjunni á henni, það eru vængir upp á það kvistina og síðan eru þessar skúffur sem að taka utanum stólpana alla. Og þegar þetta komið þá getum við tillt þeim niður hvar þessar rennur eiga að vera. Síðan þurfum við að koma yfir lektunum niður á þetta. Og þá erum við loksins komin í grjótið. Á þessum tímapunkti er loksins hægt að fara að setja niður ykkur steina. Þannig erum við búin að vera að vinna í marga mánuði. Og við erum ekki komin í 1 stein. Og þarna sjáum við Nóa á mynd, samstarfsfélag. Hann er að setja upp það sem við kallum fótstein. Hann er með sérstakann skífuhamar, ég veit ekki hvort ég sjá í hérna. Mjög undarlega lagaður hamar. Hann er með pínulítinn kubb. Hann er hérna. Þessi kubbur ákvarðar staðsetninguna á öllum steinunum. Hann staðsetur steinin inn á lektuna. Og hæðina á honum. Og það er rauninni, þetta er rosalega einfalt þegar þú gerir þetta, en þegar maður er að reyna að lýsa þessu, eða koma þessu frá sér, þetta er pínu flókið ef þú ert ekki að gera þetta hægt og rólega og þetta kemur svona af og til einhvern veginn. Og þarna er sem sagt verið að, þarna er hann að merkja skáan sem hann er að fara að höggva eftir í skotrenninni á fótsteinin. Og sen er það bara áframhald. Þegar þú ert komin með fótsteinin, þá ferðu að leggja dropasteinin. Og þau sjáu hvernig það er hoggið þarna í skáa í skotrennina. Og síðan hérna við kantana, þá sjáum við notum skífu sem kallast 1,5 skífa. Þetta er kantsteinn, sérstakur, að því að í gamla daga þegar þetta var ekki í boði, þá var notuð skífa sem var bara skorin í helming. Þær eru í töluvert mikil hættu á að brotna og þetta þolir miklu meira álag. Og í þessu veðurálagi og vassálagi sem kemur þarna niður, þá er þetta algjör nauðsyn að hafa þetta. Og við erum komin þarna í, sko, þið sjáuð við hliðina á hann Birki sem situr hérna í stiganum, þá sjáuð þið að það er pínulítil blikk fleðill. Þetta er enn einn varnaglinn gagnvart því að það leki ekki niður með skorsteinum, eða niður þarna með turninum. Þarna er, ef að vatn kemst niður einhvers staðar, þá er þetta til að beina því vatni út á steinin fyrir neðan. Ef svo ólíklega vildi til. Og þetta ferli, setja fótstein, negla upp steinana, þetta endurtekur sig þvílíkt lengi. Þetta er svo stórt þak. Ég held að allir hafi fengið bara svona mjög alvarlegan verkleiða á einhverjum tímapunkti bara í endurtekningunni. En síðan kom að kórnum. Hann var bogalaga, eins og við sáum á myndina á hann. Og svona var hann. Þetta finnst mér ljótt. Ég ætla ekki að færa. Þetta finnst mér bara ekki fallegt. Þarna er blý sem að bara, til dæmis í Noregi er algjörlega óleyfilegt að nota. Þú notar ekki blý í nýbyggingu. Það er almennt sér samþykkt á Íslandi að sé nota eitthvað smá blýi. En okkur leist ekki á þetta. Við vildum eitthvað smekklegra. Fyrst að við erum þarna og þá ætlum við að gera þetta almennilega. Og þá vildum við fá þetta þarna útlit og við fengum það. Okkur finnst þetta aðeins smekklegra. En á sama tíma, þetta braut í mér heilan í marga daga. Ég hef aldrei átt jafn erfitt með reikningsdæmi á þetta.
Þið sjáum mænana hérna á vinstri myndinni. Af því við vildum hafa þetta fallegt og hafa jafna steina á mæninum. Þeir eru allir nákvæmlega jafn stórir síðan megin við. Þá þurftum við aðeins fara að hliðra til millibilinu á milli steinana til þess að fá það rétt. En ef þú stækkaðir bilið á milli steinana, þá minnkaði heildarlengdin á fletinum. Það var engin leið til að reikna þetta út. Ég var að missa vitið, en við fengum þetta til. Og ég get ekki sagt þér af hverju eða hvernig, en það gekk. Og hérna er mænirinn yfir kórnum. Og þetta er það eina sem eftir situr í dag í verkinu. Þetta er loksins að klárast hjá okkur. Það vantar að setja þarna álhatt yfir og ganga frá í kringum skorsteinin. Og þarna þetta er svona hefðbundin mænisfrágangur eins og við sjáum þarna á hægri hönd. Þetta er bara mænisteinn neldur á þennan fína mæni sem við gerðum. Og þarna, þá lítur þetta svona út. Þessi mynd var bara tekin núna rétt áðan. Og það eina sem einmitt situr eftir, ég sá þakstigana eftir þakinu sem hanga í skorsteinin. Og sko, kaþólska kirkjan á eiginlega alveg sérstakt tróskilið. Þetta er rosalega mikilvægur hlekkur í byggingasögunni fyrir íslenska byggingalist. Og það fyrir þetta lítinn söfnuð að taka á sig svona stórt verkefni er eiginlega bara alveg magnað. Og það að þau eru ekki bara að varðveita sína kirkju eða sína dómkirkju, þau eru að varðveita íslenskan byggingararf með því að hafa tekið þessa ákvörðun að fara í framkvæmdina svona eins og hún leggur sig. Og síðan verður nú líka bara að hrósa skipulaginu í kringum þetta verkefni. Ég held ég hafi sjaldan upplifað eins að bara mæta og það er bara allt sem þú þarft að vita á einum stað og þarft að rökstyðja allt og þú getur eiginlega ekki verið ósammála því af því það er búið að leggja vinnuna í þetta fyrir þig. Það var eiginlega bara einstakt held ég. Og ég held að það sé nú bara vel heppna á alla staði hvernig þetta hefur tekist þetta verkefni. Og markmiðið var að það yrði ekki jólamessa undir vinnupöllum og ég held að það hafi nú tekist. Og já, hvað setja þessa hérna inn sem þakklættisvott fyrir það að fengja að nota myndir úr dróna hjá þeim og svona. Þetta er nú stór söfnuður ekki stór söfnuður og ofboðslega dýr framkvæmt, vægast sagt. Og ég vona að þetta hafi útskýrt eitthvað um það hvernig við leggur steinskífu í þak, en þetta er flókið og ég tek alveg á móti öllum spurningum sem eru örugglega mjög margar af því að þetta er langt ferli. Takk fyrir. Bara, vá, takk. Innilega, Snædís, þetta var frábær yfirferð. Ég er viss að það sé einhverjar spurningar hérna úr sal. Hérna með, uppalega pappan sem hvernig fór það líf á hann ekki, Pappan, hann uppalega og líka hann, þessi rulluvinnupallar sem þið voru með, hvað voru notið í staðin fyrir þá vinnupalla? Þakstígar. Þeir notið þakstígar í staðin fyrir þakbúkana sem við keyptum okkur. Og við höfum unnið þök og við vinnum þök almennt sér í þakstígum. En ástæðan fyrir þeir hafa ekki rifið pappan svo að þeir eru alltaf með þakstiga í höndunum og að setja niður fyrir neðanlappirnar á sér. Og þú ert að passa að rífa ekki pappan, þú stígur ekki í stigan, þú stígur á kjálkana á stiganum, þannig að tærnar á þér ekki að snerta. Það í svona verkefni, það með 850 fermetrar og 12 tonna grjóti á mann, þá vilt ekki vera að vesenast í því hverju að setja löppina, þú vilt bara geta gengið. Og það sparar svakalegan tíma. Kannski skjóta inn í að má líka færa rauk fyrir því að kirkjan er náttúrulega ekki fullt kláru í upphafi, þannig að þó að fer smá vatn inn, það skiptir ekki máli á upphafsárunum kannski, eins og í dag, þú myndir rústa öll inni ef það færi vatn. Já, algjörlega, og bara rafmagnstæki og annað sem inni, hljóðkerfið myndi bara fara í tómt tjón. Í kirkjunni sem ég með held ég besta hljómburð sem ég hef heyrt í. Nei, það er ekki teljanlegur munur. Já, fyrir. Af því að við erum í beinu streymi, þá ætla ég að svo að fólkið sem er heima viti spurninguna sem var. Og það væri þyngd
Já. Já, er þyngdarmunur á gamla steininum og nýja? Sko, það er munur, hann er ekki gríðalegur og á sama tíma inn í þakvirkinu þá er svo kallað hengivirki þar sem að þú ert með burðarbita sem fara upp í kóngapóstin í miðju þaksins. Nú er ég kannski komin í aðra sálma, en það er veglegt burðarvirki í þakinu sem að þolir þennan þunga léttilega. Halló, heyrist ég mér? Já. Takk fyrir fróðlegt erindi. Ég stend nú í þessum hugleiðingum. Þetta grjót sem að þið fenguð þetta er frá Noregi, eða ekki? Já, þetta er alltaf grjót. Já, ég nefnilega hef verið í samskiptum við svona sögulegaðil út í Noregi og þeir eru að ýta svolítið að mér kínversku grjóti. Nei. Við erum búin að taka þessu umræðu. Mér langaði bara aðeins að taka hana upp að því að þú bendi mér á að það væri svona eitt og annað sem að væri varhugavert við Kínagrjótið en það er miklu ódýrara. Stór verðmunur. Sko, það stærsta sem ég hef út á það að setja er það að venjulega þegar við erum að setja þetta á þök hérna á Íslandi þá erum við að setja á gömul þök. Þau eru söðurbökuð, þau eru skökk og skæld. Kínagrjótið er planaða aftan. Sem þýðir að það er algjörlega í flútti. Þannig að þú leggur lektugrind og þú leggur ekki lektugrind eins og hérna, þú leggur hana bara venjulega og skýtur hana niður með nöglum eða neglerna. Þú ert að fara að rétta upp alla lektugrindina til að hafa hana 100% alveg rétta og það er miklu meira grjót sem að ef það er smá einhver misfella í grjótin þá getur ekki falið það í lektugrindinni. Þá er bara vagg, steinninn mun brotna og það mun vera vesen og leiðindi í viðhaldinu. Og núna er ég bara með félaga minn út í Noregi sem er í skólanum með mér og hann er einmitt að bölva því endalaust eiginlega. Á hverju einasta ári fer hann í viðgerðir á brotnum steinum af því að þú getur ekki falið skekkjuna og eins undarlegt það eru æðar í grjótinu. Þú átt að leggja grjótið með æðarnar langsum í rauninni eins og burðarvið, þú vilt að það liggi langsum og taki þrýstingin niður eftir. Það er ekki hugsa út í það í Kínagrjótinu. Það er bara allt í lagi, það er eins og að sé vinnuafli bara ódýra, það er í lagi að fara í viðgerðirnar. Þú vilt ekki viðgerðirnar á Íslandi. En fyrir vikið ertu alltaf að borga jafn mikið fyrir viðgerð og uppsendingu? Já. Fleiri spurningar? Já, mér langar bara að skjóta inn í að fyrst þú ert að tala um þetta að það sem kannski mætti bæta við er að þetta er svo mikið púsluspil og þetta þakið er ekki beint og þú þarfst að raða, þú ert alltaf að taka skífu og pröfa, máta og láta þetta allt fitta, sko. Þetta er ekki bara þú takir alltaf bara næstu skífu og bara næstu. Nei, en á sama tíma, sko, þú ert oftast að vinna með 3-4 skífur, þú hefur 3-4 pláss fyrir hverja skífu þannig að þú tekur eina og hún passar í einhver stað sem 3-4 plássum sem þú ert að vinna í. Þannig að þú ert svo sem ekki að meðhundla grjótið og leggja það tilbaka oft. Þú ert bara að taka það niður og síðan, já, hérna passar það flott. Og síðan tekur næsta og hérna passar það flott. Já, mér langar til að vita kannski tvennt að hvað varð gömlu skífuna og í öðru lagi er vitað hvaðan upphaflega skífan kom. Það er talið vitað að þetta sé alltaf og þetta lítur bara út eins og alltaf skifa. Það kemur bara ekki á óvart að þetta sé alltaf skifa. Ég hugsa að þetta sé, ég er eiginlega bara 99% sem þetta sé það, bara með útlitið. Það er þokkalega stór munur á milli námanna þarna í Noregi og það vita að þetta er norskt grjót. Og það voru ekki margir framleiðendur á þessum tíma sem seldu úr landi. Gömlu skífurnar fóru bara í innkeyrslu. Þær sem að fóru í urðun. En þessar sem voru frá 1970 sem voru nothæfar, þær voru seldar og ég veit nú ekki alveg hvar það hús er en þær koma til með að vera nýttar í hús, bara á annað þak. En upphaflega voru ónýtar? Þær voru alveg ónýtar. Þær molnuðu í höndunum á okkur. Ég frétti líka af heitum potti sem hefði verið klæddur með einhverjum hluta mjög flott staðar í nágrenninu. Kannski að bæta aðeins við á þessum árum 1925 til 30
að þá flutti afi minn inn hérna skífur frá Voss og það var lagt á mörg hús og þær eru einmitt svona þunnar eins og þessar sem þú ert með En þessar þær eru ljósari. Það eru ljósari, það er náttúrulega húsið mitt er hérna hinum með yfir hringbrautina þannig að þið getið séð það er svona svipaður keimur af þessu. Já. En hérna þessir aðeilar hérna út í Noregi sem ég hef verið í sambandi við að þeir segja að hérna litamunurinn sem að endurgerð húsa í Noregi að þeir vilja freka frá Kína dótið út af litnum. Hefur þið heyrt það? Það er bara rangt. Já, Núna er ég náttúrulega í námi við hefðbundið byggingahandverk og ég vinn er í skóla þarna með helstu sérfræðingum Noregs í viðhaldi gamalla húsa. Og það er bara mjög illa talað Kínagrjótið. Það er gert. Og þetta var sett á, ég man nú ekki hvaða kirkju það var. Og það var hann Howard Abol sem var að ræða þetta í fyrra ef ég man rétt. Og því var bölvað fram og tilbaka þessu grjóti. Að þetta var sett á kirkju í staðan fyrir gamalt Valdresgrjót. Það var sett Kínagrjót og það endaði í margfalt meiri kostnaði en nokkuð tímann gæti verið eðlilegt. Halló og takk fyrir frábæran fyrirlestur. Ég er svolítið forvitin að heyra varðandi verkstjórnina. Þú segir að þetta hefði gengið svo svakalega vel allt utanumhald og slíkt. Já. Ég er svolítið forvitin að heyra bara aðeins það, hvernig því var háttað, voru þetta með reglulegum fundum eða hvað var það sem að gekk svona vel? Ég ætla nú bara að lifa traust að svara þessu. Hann sá þetta. Já, komið sæl. Ég heiti Trausti Leósson og hérna það er nú svoleiðis þegar ég tek við einhverju hrósi fyrir svona verk að það eina sem hægt að hrósa mér fyrir það er að hafa valið bestu fáanlega iðnaðarmenn og sérfræðinga til þess að vinna verkið og það tókst í þessu tilviki. Nú var það þannig að þegar að þakið var yfirfarið og endurgert 1970, þá voru það bara venjulegir góðir húsasmiðir sem gerðu það en höfðu ekki sérþekkingu á þessu sem að Snædís og nafni minn pabbi hennar hafa aflað sér í Noregi og það til dæmis var ástæðan fyrir því að það lag svona mikið þar sem að þakið kemur að turninum en það vill nú þannig til að fyrir kristnihátíð 1999 þá var kirkjan tekin í gegn ansi mikið, bókstaflega alveg, það var allt endurgert innan hús sem að hægt var að gera bókstaflega og þá fékk ég heimild frá söfnuðunum til þess bara að velja verktaka í alla þættina. Þetta voru ekki útboðsverk og nú þegar að farið var að huga þessari endurgerð þaksins fyrir 4 árum eða 4-5 árum, þá var fyrst talað að við þyrftum að fá tilboð í verkið. En ég sá fljótlega að það myndi ekki vera farsalaust og þess vegna þá fékk ég fékk ábendinga frá Minjastofnun og fleirum hverju væri nú færastir í svona vinnu hér og niðurstaðan var svo að þau bæru af þau feðgin og hefðu alla sérþekkinguna sem að þyrfti í þetta og eins og Snædís sagði þá var ég svo sem búin að skoða skífur frá ýmsum öðrum löndum en þær voru þynnri og henduðu ekki eins vel eins og þessar og já, ég tók saman svolítið hefti þetta sem að þau fengu í upphafi og síðan héldum við þarna nokkra bara hefðbundna verkfundi því að það er nú alltaf þannig að eftir á það man engin neitt hvenær þetta og hitt var sagt og gert og svo það þurfti að bóka þetta og allan tíman þá var ég í sambandi við Minjastofnun, Pétur Ármannsson, hann fékk fundagerðir og svo þegar að verkið var komið býsna langt, það var hægt að sjá samt öll stigin þarna, það var ekki búið að rífa af kórnum, þá bauð ég
Pétri og þeim sem hann vildi taka með sér á verkfund og meira segja sjálfum Magnúsi Skúlasyni og ég held að þau hefur bara verið þokkalega ánægð með þetta en sem sagt þetta var gert bara á hefðbundinn hátt eins og hvert annað verk. Það voru bókaði verkfundir en eftir því sem að framvindan svona gaf ástæðu til. En ég vil bara hrósa Snædísi og þeim fyrir hvað þau hafa gert þetta vel og við vonum það að þetta verði í góðu lagi næstu 100 árin. Og það er ekki mér að þakka, það er þeim að þakka. Trausti, ég er með aðra spurningu til þín. Liggur fyrir einhver endanleg kostnaðartala, fermetraverði og þakki í þessu? Sko, já, ég veit nú ekki, ég eiginlega get ekki upplýst þær tölur hérna nema með leyfi hérna kirkjunnar en eins og Snædís sagði þá það var nú gerð kostnaðaráætlun í upphafi en síðan endurgerði ég kostnaðaráætlun áður en verkið hófst og ég sko þeir sem að sáu dúkinn það var Bjarni Axelsson sem átti upphaflega fyrirtæki sem hét Fagtún svo seldi hann það og á núna annað sem heitir Kíma og hann örugglega sá færasti í þessáttar vinnu og dúkurinn Proton SE 1,6 mm á þykkt sem var lagður á þetta en ég í þeirri lánsömu stöðu að þegar að þetta verður nú allt hérna gert upp þá leyfum við okkur að birta kostnaðinn en ég vil helst að mína kostnaðaráætlanir séu þannig að í verklok þá séu þar plus mínus 5% og í þessu tilviki þá sýnist mér að framkvæmdin sem kostar sem sagt langt á annað 100 milljónir verði jafnvel 5% undir áætluninni sem við börðum saman í vor. En kirkjan mun gefa þetta upp en þetta kostar sem sagt sko eins og segi langt á annað 100 milljónir þessi framkvæmd. Já, mjög gaman að sjá þetta. Þessar steinflísar, hvernig eru þær unnar, úr hverju og hvað er þetta gömul aðferð? Og er þetta algengt? Sko það nú frekar að Snædís geti sagt það, en ég segi alltaf þetta flöguberg sem hún kallar þetta. Þetta svona eins og bunki af pappír og þú væri með bara bunka af A4 blöðum og svo fækkar lögunum eftir því sem þetta veðrast og ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þetta unnið, ég vissum að Snædís getur útskýrt það frekar. Þetta var nú bara unnið í den á þann hátt að það voru boruð göt, beykiflegar settir ofan í og klofið. Þetta náttúrulega bara fluguberg, þetta til að kljúfa og sen eftir bara þunnan meitil og slaghamar og slarrið í sundur. Og þetta mörg 100 ára hefð. Það eru skífur í Noregi sem eru 400 til 600 ára gamlar ennþá á kirkjum. Og það bara engin, þetta mörg 100 ára gömul hefð. Og ég meina í torfhúsunum okkar hérna á Suðurlandi þá notum við nú fluguberg. Við notum flugur undir torf, þannig að þó svo við höfum kannski ekki verið komið svo langt að við getum nelt þetta niður og fest þetta þannig, þá eigum við grjót út allt sem hægt að nota. Má ég spyrja einu? Já. Uppmælingarnar sem að þið fenguð, já. Hvenær voru þær gerðar og hver gerði þær? Trausti gerði þær með dóttur sinni, var það ekki? Ég mældi þetta bara af teikningum því að byggingarnar eru býsna réttar. Teikningarnar sem Guðjón Samúelsson gerði eru býsna réttar og það vísu lítið til að verkfræðiteikningum að þessu en öllítið samt og ég vil nú eiginlega fá að skjóta því að það voru hollenski verkfræðingar sem unnu það að verulegu leyti og þeir voru svo klókir að þeir voru með stokkaða kanala undir kirkjugólfinu og ætluðu að hita hann upp þannig en það vantaði þá vélbúnað svo það gekk nú ekki en þegar við tókum kirkjunni gegn fyrir kristnihátíð þá var ofnunum hent út og Rafn Jensson heitinn hann
reiknað út lofthítakerfi sem í kirkjunni, en það til marks hvað verkfræðingarnir stóðu sig vel þarna í upphafi. Það var hægt að nota kanalana bara með því að setja vélbúna þarna niðri. En ég mældi þetta upp á teikningum og tók einhver tékk málreyndar. Sjálfur var ég búinn að mæla upp og teikna turnin sjálfan, en ég hef ekki lagt í að tölvu teikna kirkjuhliðarnar. Það verða aðrir að gera það. Ykkur fleiri, já? Góð daginn, takk fyrir gott erindi. Kirkjuna, hvernig ástandi á henni í dag eftir 100 ár? Lygilega gott. Múrhúðin hefur náttúrulega fengið viðgerð í gegnum tíðina og það eru þessar svona múrviðgerðir sem kannski voru aðeins byrjaðar að klikka sem ástæðan fyrir að byrja að leika eitthvað inn þarna á þessum samskeytum upp við turn og við þak. En steypan sjálf eiginlega bara ótrúleg. Ég hefði varla trúað því og hún svoleiðis svo ógeðslega hörð. Ég held að allir strákarnir hérna sem að sitja hérna í salnum hafi fengið aðeins að kenna á því og smakka á rykkinn af henni. En hún í mjög góðu standi. Og ég hugsa að þessi kirkja eigi nokkur árhundruð eftir með þessu sama viðhaldi hún hefur fengið í gegnum tíðina. Við höfum fengið leyfi hjá söfnuðinum til að skola kirkjuna og bera hana mónosíla á nokkur ára fresti. Já. Við höfum sem sagt fengið leyfi safnaðarins til að láta skola kirkjuna og bera hana mónosílan á svona 6-7 ára fresti. Og þegar að þetta var samþykkt þá sat ég á fundi með biskupi og fleirum og við horfðum út gluggann á vinnupallan á Hallgrímskirkju og ég spurði, hafið þið áhuga á að fá svona aðgerð af og til eða má ég prófa að láta bera mónosílan á kirkjuna? Og þá kostaði það 1,5 milljón, þetta var sem sagt fyrir aldamótin síðustu og það hefur reynst mjög vel. Það ein spurning í viðbót, við skulum bara, tvær. Höfum hana eina því að streymið því fyrir að ljúka og svo getum við haldið áfram að spjalla og það kaffi frammi og því megi vera lengur. En takk. Mér langar að byrja að þakka fyrir þennan fróðlega fyrirlestur. Hrós til þeirra sem að hafa farið þessa vegferð og minjavernd og annað. Kom einhvern tíma til tals að hafa annað efni? Voru skífurnar alltaf svo meginatriðið eða kom kannski til, af því það náttúrulega alltaf breytingar á efnum og allir reyna að koma sínum ódýrari efnum að og annað. En allt kostar peninga og stundum erfitt að koma hugsjónarmálunum að. Já, og þetta ekki stór söfnuður, þannig að það voru aðrar leiðir skoðaðar. Og bara hrós til að hafa komið þessum áfanga vegna þess að bara handverki sem slíkt mjög mikilvægur þáttur bara í framhaldinu, sko. Og ég get talað allavega fyrir mig. Ég hef séð ansi mörg þök sem ekki í lagi, sem lögð með steinskjöfum sem ekki í lagi. Það ekki langt síðan við tókum eitt hérna upp og þurftum að leggja steinin niður aftur af því að það var bara ekki í lagi. Og handverkið bara í útrýmingarhættu, það pínu þannig. Á sama tíma það rosa fínt að vera manneskjan með þekkingun á handverkinu, þetta bara atvinnuöryggi. En það væri líka ágætt að ef að börnin mín taki ekki við að þetta sé ekki bara útdautt. En það var skoðað að setja, hvað var það, koparþak? Sko það var sótt til minjastofnunar að fá leyfi til að setja kopar á kirkjuna og það var sem sagt kirkjunamenn sem að horfðu á svipaðar byggingar niður alla Evrópu og vildi hafa þessa kirkju eins. En minjastofnun, hún hafnaði þeirri umsókn og benti á að samskonar óskir hefðu komið varðandi Skálholtskirkju og þar var ákveðið að setja skífur þegar gert á við þakið og við deilum ekki til dómara, minjastofnun sagði bara kirkjan friðuð, við viljum fá stein aftur og þá var það bara gert. Já, það eru nokkrir spurningar. En það bara frábært.
Það er bara takk Snædís innilega fyrir að koma. Þetta er bara mjög fróðlegt að fá aðeins að skyggnast bak við tjöldin. Bara, við gefum þetta klapp. En endilega haldum við áfram að bomba spurningum á hana Snædísi hérna. Já. Þekkjum við alveg á þetta vandræði sem